búin að vera með Keep- Poppy. Þeir eru búin að vera með Poppy tilbúna. Já! Lokkar hann inn Poppy. Ha? Fyrir. KBB. Algjörlega. Ah. Poppy Biggie, þarna kom það. Ég er svo sáttur, holy shit. Veggurinn hovra yfir Veggurinn er að hovra yfir Ezreal. Það er spurning sko með Borgó. Hvort er eigi séns í þetta? Ég veit það ekki. Nei sko, hvort þeir vita hvernig þeir eru að takast á við Poppy. Og það, hún hefur ekki séð neitt. Competitive play. Mjög takmarkað. Ekki neitt, þannig að hún sást í LCS í einhverjum 2 eða 3 leikjum eða eitthvað þegar hann þarna... hvað heitir hann? Kóreski úr... Oh my... Já, skottu. Hvað gerum við bara? Poppy LCS. Unicorns of Love eða Millennium. Nei, þetta var í NA. NA sínum hann kunni ekki að segja fapping þannig að hann sagði papping. Oh my god. Hann var alltaf að syngja á strími, var ógeðslega fyndinn. Ha? Ég verð að finna þetta. Veit einhver í chatinu hvernig ég er að tala? Magnún! Takk fyrir. Já, Magnún. Magnún. Ég var alltaf spenntur. Já. En já, hann tók Poppy í, ég held að voru einhverju 2 leikir í svona umspil fyrir LCS. Með liðinu sínu. Og ég man ekki að hann fekk quadra-kill eða eitthvað í þessu leik, stóð svo ótrúlega vel á Poppy og... Ég held að ég mun eftir þessu. Og... Ég bara... Poppy getur verið svo sterk. Ef maður nær henni. Út af hún fær svo góð free stats með Hún fær passivinu ógeðslega og- mikið damage reduction, holy shit. og líka 2 alltaf þegar hennar. Gefur henni armor og attack damage og síðan movement speed attack activið. Já. Movement speed activið er geðveikt gott. Það var bara eitthvað, ó nei, ég er að deyja. Shields up, run! Þetta er svo betri gerðin að brán. Og síðan þá á Vaffum er líka sjens á með uppáhaldschampionum mínu með Oriönnu, það er Alistar. Það var svo flott hana í einhverjum CLG leikjum þegar Afromu var á Alistar og Já. Link var á Oriönnu og þegar Alistar Oriönna kombaði lukkar bara líka vel þegar það er executað. Hann hoppar inn, flöð. Og sér nokkur áttur með. Já, flöð. Þú veist? Nei, ekki rjómi, heldur. Flöð. F-L-U-H, flöð. Já, ég kannast ekki við það. Ekki F-L danst Ö-D-E. En við mögum samt ekki gleyma Borgó. Nei. Borgó náttúrulega með frekar squishy komp. Er þetta AP Korki? Mid? Eða ætli þetta hafa bara verið AP Korki mid? Þetta eru með Korki og Ezreal. Ég held að Ezreal fari frekar mitt heldur en Korki. Þetta er það. Já. Móti Ori. Pókið early gæti hjálpað. Já, spurning. Ertu búin að jafna það á þessu Poppy picki? Nei. Eiginlega ekki, sko. Ok. Ég Slagur. er alltaf mikill áhugamaður á Poppy og var fann að spila hana alltaf mikið en síðan removuðu þeir hana Wriggles. Ég tók hann alltaf í jungle og farmaði bara þar til að liðið mitt fór að fleima á 40.000 mínútur og síðan fór ég bara að kláraði leikinn.
Mögulega kannski ekki alveg 40.000 mínútu, en we get the point. Já, það er 3050. Já. Rúmlega tæplega. En hvað segirðu, ertu ekki með einhvers konar vökva til þess að, Til að innbyrða... Já, yfir þessu. Nei. Nú? Ég er ekki með neitt. Ég ætla ekki að gera það eftir það sem gerðist það. Stundum vildi ég óska þess að þú væri með facecam. Ég hefði viljað sjá þetta, sko. Ég líka var að gera eitthvað expression með höndunum. Já, og slóst í þetta. Sem að meikar ekki sens út af við erum bara raddir að tala á strími. Ég sér okkur enginn. Og ég bara barði í glasið mitt. Og sullaði öllu út um allt. Coca-Cola yfir lyklaborðið mitt. En ég þarf hvað sem er að fá mér annar lyklaborð. Eða þarf ekki, langa. Já. Núna þarftu þess, kannski. Vonandi. Er það gett sticky? Mér skrifborðið ekki eða sticky. Sem er ekkert rosalega skemmtilegt. Nei. Æja. Hvað segir tíminn? Hann er ekkert að standa sig. Hann prediktar á 10 mínútur þá. Ok, þess að 15 mínútur. Nei, ég er á 50. Já, meina það. Ég bæti við +5. Já. Ég held að það þurfa að vera einhvers konar margfeldi með margfeldi á stöðu liðana í deildinni. Þetta 4 sekúndna pause. Ég gæti að glitsa leikið minn eitthvað. Nú. Hvað gerir þau? Ég veit það ekki. Hvað er í gangi? Ég veit ekki hvað er í gangi, sko. Hvað er í gangi? Almáttur, ég veit það ekki. Nei, lýstu því hvað er að gerast? Sko, hliðin er ekki uppi, þannig að sem kemur í veg fyrir að þeir fara út. En ég sé þá standinn í fountaininu, sem frýs þetta og þeir kaupa items og síðan gerist þetta aftur. Nei, það er bara, klientiðin er eitthvað smá bilaður. Á hvaða sekund ertu? Pauseið er komið með 1 mínútu inn. Þannig að það er búið að pása, þess vegna þú hefur ekki lótað inn einhvern veginn rétt og pásan hefur fokkað upp í þér. Já. Sæl. Skrifstofu Hjaltós gaf út bók sem heitir 1001 leið til þess að segja flött. Almáttur, þetta skrifstofu Hjaltós. Hvað ertu ekki ennþá með hérna? Ertu ekki ennþá með hérna textafælinn? Jú, ég er með eitthvað. Það er að gera bæta við hann. Ég meina, þú veist, fyrst að við fáum mann eins og að level 1 Zubat sem er tróðu fullur af þessu. Ég er að spila hættulegan leik. Ég er að setja kók í glas. Passaði þig á þessu. Já, ég ætla að gera það. Ég misti næstu í flöskuna. Svo erfitt að setja tappan á, sko. Það er eitthvað alvarlegt sem hrjáir okkur. Að level 1 Zubat skrifaði vitlaust. Já, en... Það er fætt UH, ekki H. Já. En ég meina, það má alveg gefa honum eitthvað. Já. Það fær hálft stig. Enn og aftur, vonum við að sjá einhver góð wombo combo. Mér langar svo mikið til. Ég var Orianna Alistar eða jafnvel Poppy með Oriannunni. Bara movement speed, ultar á morgun og stekkur inn. Birkitresi var að læra henginút. Reyndar þá er henginútur mjög auðveldur hnútur. Já. Veist þú hvað í gamla daga voru notað margar lykkjur, þá voru lög hversu margar lykkjur ætti að vera á hengingarhnútum? 13 lykkjur. 9. 9. 9 á sumum stöðum og 11 á öðrum. Ef þú fórst yfir 14 þá áttirðu séns á að rífa höfuðið af. Já. Og undir 8
að þá, brauta ekki hálsinn þegar þú droppaði niður. Ertu búinn að fara yfir þetta sjálfur? Ég er ekki búinn að pröfukeyra. En ég lærið þetta í einhverju sögubók. Já. Fun stuff, sko. Maður lærir margt í sögubókum. Nú er ég á Twitter að skoða kökur. Heyrðu, við gleymdum að spyrja chatið. Þannig Twitter. Já. #Vaffem eða #Borgo. Skrifaði það í... Þannig að sko... Hvort verður fyrst til þess að vera trending á Twitter? Hvorugt. Veistu hvað þarf marga til þess að vera trending á Twitter? Það er ekki bara marga milljónir? Nei, ekki alveg milljónir, þúsundir. Tugið þúsunda, þarf að segja. Já. Skrifstofu hélt á skáldsögu í Paint. Þessi er ágætur. Herðu, ég var að spila í gær, Magic the Gathering. Og við lentum í smá umræðu. Og það eru til ákveðin margar leiðir sem þú getur spilað Magic the Gathering. Allt frá, þú veist, standard, yfir í Legacy, yfir í Commander, yfir í Cube. Og síðan getur þú draftað og gert alls konar hluti. En í Cube, þá kemurðu með spilin þín og draftar. Að drafta er að byggja sér stokk úr pökkunum sem þú færð. Cube er basically bara stjórnað þannig umhverfi. Og ég, það er verið að fara að gera mig sem spil og setja mig í kubbinn. Það verður merkilegt. Þannig að félagi minn er að taka það sem skólaverkefni að gera mig að Magic spili. Já. Hvenær ætlar þú að vera með námskeið í Magic? Sko, ég get alveg haldið námskeið eitthvað tímann núna. Bara núna? Á streami kannski? Þess vegna á meðan við erum að bíða. Herðu, leið mér að henda Heyrðu, pásan. Renn út. Hæ? Pásan að renna út, sýnist mér. Eða segja þér að enn pása, sýnist mér. Ok. Það er alltaf góð. Bíðið eina sekundu. Ok. Þá... Play with Zoom, hana. Þá voru rólegir með Magic kennslunni. Það er bara í næstu pásu. Allir að kaupa items nema í Rally og Morgana. Af því að ég held að þessi ok. Það er líka bara óþarfi. Hvert var items? Engin. Bjó Birkidri á svona Dragon Fistill hlaupa í áttina að bottom Tribus. Ég ætla að hafa mína myndavél bara læsta á KBB, takk fyrir. Á KBB? Ok. Já. Ég ætla bara að horfa á hann og... Mín vegna, sko. Getur þú læst henni? Já, tvíklikkar bara á annarkort portrait eða jump. Já, nefnilega málega er þá breytist það í... Nei, það breytist ekkert. Tvíklikkar. Síðan líka inn í neðar vinstrónu, þetta sem er kameramót, ítir á örina þá getur þú valið champion. Já, bara... Það er þetta manual. Ég held að vera í stundum að það myndi breytast í directed cam. Já, það er ef maður ítir einu sinni. Ef maður ítir einu sinni þá fylgir það honum í 5 sekundur. Skilðið. Já. Þú ert ekki búinn að fikta nógu mikið. Nei, ég veit það. Eins og með A, ertu búinn að nota A? Ekki nógu mikið. Ég var búinn að gleyma A. Ég var ekki búinn að gleyma tab. A og X. Þetta er allt mjög mikilvægt.
A og X er örugglega mikilvægast, myndi ég segja. Já, gullið. Já. Ask me a question. Já, nei takk. Jæja, hendum okkur núna í laning phase. Veggurinn hefur ákveðið að fara millir. Nú sjá, hann að bylgjubáður? Hann taktafits. Já. Ha? Ha, ertu hissa? Hann sé að taktafits í millin? Já. Á Ezreal. Já, ability power Ezreal langmest spilaði mitt. Já, en Og ef Ezreal spilaður, þá hann oftast, eða þú veist, ef hann spilaður í millinu, þá hann oftast ability power. Þetta eitthvað strat sem þú hefur ekki séð. Mind is blown. Nákvæmlega. Já, herðu. Getur ég fyrir inn á Mufasa? Ertu svona langt eftir á? Nei, ég veit ekki. Hvað er tíminn hjá þér? 3, 301, 302. Ok, við erum á sama tíma. Ok, það er Ég var bara að opna schedule-ið á hinum skjónum, þannig að ég... Já, skilji. Veggurinn á lélegum stað, en Dragonfist hittir ekki. KBB lendir í smá póki frá The Master 120. Þarna enn og aftur með dæmið hjá mörgum jarfans að nota ekoi strax. Já. Finnst það í eitthvað... Óþarfi. Já. Óþarfi er algjörlega rétt orðið, sko. Já, ef maður er að sækjast eftir í að fá kill. Já. En ef maður er bara að reyna á harass og dominance í laneinu, þá breytir ekki fyrir svona miklu. Fínt kombo hérna hjá honum, Bjö. Bjö dæm. Sagðist ekki alltaf að læsa þetta á topplínið? Jú, ég heyri. Já. Ég heyri út um allt. Ég zoomaði út. Ha? Ég er svona... Ég get zoomað út, þannig að ég sé allt. Nei, djók. Já, ég höfðu bara eitthvað... Nei. Herru, 3D League... Nei, Third Person League of Lemmings. Það er til. Já, en þá er það samt sko... Þá þarf maður að nota eitthvað tool sem að má ekki. Já, þú getur verið bannaður fyrir það. Hashtag worth it. Ef þið langar að spila Smite, þá getur þú bara að fara að spila Smite, sko. Jakobsson heitir ekki Dragonfistið, en Dragonfistið hittir ekki Jakobsson. Auto attack battle... En þeir hitta hvorn annan. Já, auto attack battle byrjar. Stór hættulegi báði þeir hérna. Þessir fínu ungu karlmenn. Njám. Bjö örugur í CS-inu, komin 35 á móti 30, að 29. Gorgi er nú með miklu meira burst heldur en Vayne. Þannig að ég held að það sem að þurfa að gerast af því að Poppy verður klikkuð late game. Já. Holy shit, þetta heyrir þú líka Ezreal alltaf þegar hann bakkar? Nei. Ok. Ég heyri honum alltaf þegar hann bakkar. Bara eitthvað, reading the grid. I am a cunt face. Þetta... Mér er aldrei líkað þetta skinn. Nei, þetta var líka eitt mest keifta... Sko, eina sem mun fara fram úr þessu skinni í sölu er DJ Sona. Örugglega. Bjö, með gott pók hérna, Master 120 bestu. Það eru að standa sig alveg ágætlega vel hérna í þessu leiði. Báðir frekar high HP. Þú veist, þeir eru full HP. Og Master 120 er í 50%. Og ég held að ef hann fer of nálægt muni Birkitri bara EQ komboa. Og losa sig við hann. Dragonfist er komin í runnan. EQ lendir rétt ekki á Mufasa og Mufasa með Black Shield. Þetta fannst mér skrítið. Ég held að það lengt beint ofan á honum. Já, þetta er tæpt.
Aftur! Þetta er nokkra venjulega upp, held ég. Ég er ekki viss. Nei, ekki alveg. Vekkurinn alltaf til þess að klíra millinni. Núna er Master 120 í smá ágætnum málum. Nei, verri málum heldur hann var í. Er hann þá að byggja bláan S-frjólu fyrir millinni? Það er málið. Það getur þetta vel verið. Það þykja líklegt. What's the matter? Við sjáum að það er 20 CS munur hérna í tóluninu. Björn lendir í bændinginu. Ég meina, Irelia er... Jakobsson tekur Dragon fyrsti tekur skattlkrab af Jakobsson. Því að EQ kombo á nokkunum upp og Otto að taka skattlkrab. Virkilega vel gert þarna. Þetta er mikilvægast objektífið í leiknum, sko. Með þeim. Birkir 3 stendur framalega. Nóg mikið manna fyrir EQ kombo. Já. Headbutt Pulverise. Já. Er þetta það sem ég held að þetta sé? Þetta er ljótasta skinn veraldar. Nei. Hvað er að þér? Sjáum þannig að Master 120 aðeins að koma betur út úr treytunum út af trúdamenninu. Já. Og náttúrulega út af life sappinu. Já. Auto attack lífinu. Ákvæmlega. Auto attack lífinu. Æ, þú veist hvað ég meina, það er það sem skiptir máli. Já, það skiptir máli að snúa út úr orðum. Þannig að maxa devastating blow hérna. Þannig að leið hann fær sín þá er hann að gera fleiri 100 skaða. Já. Ég er samt... Stjærnir það? Já, ég er samt sko... Mér finnst einhver minn 2 alltaf vera betra á Bobby. Já, hann er alltaf miklu öruggara. Kannski það vera... Já, upp á sko armorinn, en samt sko... Hann er með trúdamenn. Já. Það er þar sem hlýtur að koma inn í. Já. Það er náttúrulega málið. Hann er náttúrulega með garanteraðan true damage. Já, nákvæmlega. Master 120 stendur bara undir tower, ekkert mál. Björk kemur aftur með mjög aggressive plays hérna. Ég er fljótur að koma aftur. Auto attack Q, auto attack E. Næra þessum silverbolt með hérna sendingunni. KBB kominn svolítið langt eftir á í farminu. Nú er 30 núna undir. Dragon Fisted finnur Master 120. Nokkuð við enn ekki að lenda en Dóakin. Leitar út flassi hjá Master 120. Held að þetta er Cataclysm. En, Hann öskraði Dóakin. Nei. Já, mér allan öskraði Dóakin. Ertu með custom audio pack? Nei, hann segir stundum Dóakin. Þannig að Dragon Slayer... For the King. Í alvöru? Þetta hljómar nákvæmlega eins og Dóakin. Það Dragon Form. Gærin shit. Ég er ekki að grínast. Sölvi! Drengur þú. Ég er ekki að grínast, þetta hljómar nákvæmlega svoleiðis. For the... Já, ok, jú, það meikar alveg sens, en... Ég líka fyrst þegar ég heyrði þetta bara, oh my god, hvað Riot miklu snillingar að koma með svona... Ég held að Dóakin sé, þú veist, copyrighted. Hlýtur að vera. Já, það getur verið. Þannig að... En jú. Ég efa samt að þetta hafi verið ætlurinn. Og allt lífið mitt er ein stór lygi. Eins og með hás. Háislaus. Já. Jæja. Birkir 3 spottar Jakobsson.
Þannig að hann ákveður að bakka frá honum. Vessi finnur hérna fínasta ping í Dragon Pit. Birkir 3 taka smá pók frá Master 120. Æ, svo lengi, þeir eru tveir þarna með Master 120. Já, ég veit það. Við köllum hérna Erelju Master 120 og bara hvorki bestur. Master og bestur. Master og bestur. Dragon Fist er á hættulegum stað hérna. Ef að Jakobsson hefði farið á réttan stað. Ping, 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 ping. Enginn að koma. Dragon Fist gæti lent í smá vandræðum hérna ef að Jakobsson ákveður að fara með hann sem hann gerir ekki. Þannig að hann hefði ekkert átt að vera að fara inn þannig að hann er hinum yfir vegginn og Úlfars á Master 120 bestur er líka hinum yfir vegginn. Já. KBB samt halda sér aðeins í farminu við 91-119. Ef þó hann sé að tapa þá er hann samt að nálgast 100. Sjáum til dæmis á millinni, það er mjög takmarkað búið að vera að gera. Mufasa, Sildon bestur. En Björn er svolítið Mufasa. En já, veggurinn á Vessi, þetta er búið að vera mjög bara even matchup. Ég held að veggurinn sé aðeins búinn að vera að tapa því að hann er ekki með jafn mikið scaling á damageinu sínu. Hann er náttúrulega bara að vinna í gegnum Q og á meðan hún er að vinna í gegnum, þú veist, Q og command dissonance. Já. KBB er komin með Tiamat. Það mun hjálpa honum mjög mikið núna í á móti Erelju. Master 120. Þarna, ég heyrði það aftur. Þegar hérna Ezreal fór að það er semst þegar Ezreal byrjaði að bakka þá heyrði ég aftur í honum. Mid-tower horfinn hérna í millinu. Jú, ég held ég heyri þetta globally. Jakobsson kemur hérna í botlinni, reynir að innsækja Björn en innsækjar í staðinn sæll. Þess vesen. Teleportið komið, KBB mættur. Vá, hvað þetta kom bara upp úr þurru. Sástu þarna Poppy gera sitt. Já, þetta er allan að frýr hérna Dragon. Fyrsti drekinn til Vafema. Sæll. Það var bara allt í hennu allir komnir þarna niður. Ég tók ekki til dæmis eftir því þegar hérna Jakobsson var að fara inn í leini. Hann mætti bara eitthvað og reyndi síðan að flassa. Eða sérst, hann Q og reyndi síðan að flassa en Björn flassa á sama tíma þannig að hérna hann náði ekki að kveika honum. Kikkaði í staðinn Birkir 3 inn í liðið og þá gæti hann hérna pulverisað sem hann alltaf bara, þú veist, stoppaði alveg. Ákaflega. En 149-123 þannig að veggurinn er í smá vandræðum með að halda í við hérna við Vessa. En það kemur örugglega hjá honum. Næri svo hendar hún kallinn. Já, hver veit. Já, kannski, ég meina kannski. Það getur allt gerst. Já. Núna eru þeir 2,5k á undan. Þeir hérna í Vafema. Frekar rólegur svona early game sem er kannski ekkert rosalega gott fyrir hérna Borgó. Þeir vilja helst vera að vinna early game. Vegna þess að leið og hérna Vessi fer að stað og leið og Björn fer að stað á Vayne. Og ég tala nú ekki Poppy. Þeir samt sko, þeir eru samt með 2 1 í carry. Já. Þannig að þeir þurfi eiginlega
late fyrir Samt, það. nei, nefnilega ekki, af því að late game getur Dragonfistið drepið á báða. Það er bara EQ, Kataklysm eða Dovahkiin eins og þú kallaði og... Egið. Ja, nei. Og hérna, Kataklysm, þá eru þeir nánast bara dauðir. Þú sér til dæmis að hann er kominn með Warriors, upgradeið á Stalker's Blade. Já, en þeir samt á Korki og Esel, þeir geta bara meiða neitt rosalega mikið early. Nei. Þeir þurfa að komast late, en það er nefnilega vandamáli fyrir þá að Vafema er einmitt með champion sem eru góður á móti þetta í karjum. Já. Svona late. Bessi, hérna, í smá vandræðum. Nei! Á komboið. Og hann kikkar honum yfir að veggnum. Æjæjæj. Æ, sástu skaðan frá Vessa? Þetta var virkilega flott komboa með EQ-ni og Dragonfistet. Og pásan í dæfin á bot. Já, frekar lélugum tíma. Hvað er í gangi? Kíkjum á chatið. Það er ekki allir hressir hérna á styrþáttinu. Tjorri er tjorri, mitt. Mófokkar, þú mátt lýsa þessu ef þú vilt. Herru, addaðu mér inn á Skype. Þá máttu koma að lýsa. Allir adda Hjaltabur inn á Skype. Já, náttúrulega ég get bara declinað eða þú veist, blokkað ykkur. Við getum verið öll saman. Allir saman bara ekki. Verið hérna 40. Reyna að lýsa einhverjum einu leik. Það er gaman. Það væri svolítið skemmtilegt. Já, nú er... Nei, hörðu. Zoom í dæfinu, Martin 120 bestur. Skiptir ekki öllu máli. Hvað er Og gott að vera. 6-0 núna fyrir Vafema. Já. En það var klukkutími liðin. Klukkan er 21. Það verður bara... Þá verðum við víst að fresta hinum leiknum. Bara örlítið. Sýnist þeir samt ekkert fara að vera lengi með þetta. Ég veit ekki sko. Ég meina... Drengirnir eru með Poppy í liðinu sínu. Hvað er þetta? Auðvitað eru þeir að fara að vinna, það er ekki málið. Já. Mufasa gæti núna verið í smá vandræðum, en Black Shield er uppi til þessa bergunum. Baron kemur upp eftir mínútu. Þeir eru góðum 6k á undan. Já, Tjorri kemur mér svolítið gott point. Ezreal og Korki er ekkert besti late game, þeir eru besti mid game. Af því að... Já, reyndar. Þeir fá svo mikið damage spike. Það er rétt. Eftir fyrstu 2 itemin. Já, Já. Og ég bara meina það. Já, það er allt í fínasta kallinn. Enginn að dæma hér. Ok. Vessi á hálum ís. Það tryggja manna gangið eða? Dragonfistið sér samt Jakobsson. Jakobsson gæti verið í ekkert verið í mjög miklum vandræðum. Hann var í miklum vandræðum. Master 120 bestur síndist mér hafa flassað þarna við... Já, það gerði hann. Vildu komast undan Birkidreif. Veggurinn getur punisha... Veggurinn fer vonandi bráðum að punisha Vessa í leiðinni. En Vessi er bara svo langt á undan honum. 203 með 200 farm á 20. mínútu. Komið Rabadon, Sommarell og Nóma komið hann. Nákvæmlega. Og Mufasa í... Hann er svo fastur. En Birkidreif... Hann er stönd. Master 120, come on! Hörðu, Dragonfistið kemur hérna yfir vegginn. Hoppar yfir. Nei, smætaði minion. Æ. En?
Birkitri, nokkar honum upp. Bara droppar 9-1. fyrir Dragon Twisted. Þeir náðu allavega bjö. Við sáum hvað Birkitri átti erfitt, hann stóð þarna hinum megin við vegginn bara hvað á ég að gera? Karginn minn fastur þarna hinum megin á milli tveggja óvina. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Og á endanum ákvað hann að flassa inn og reyna björgunum, en það gekk ekki, við mikið kallinn. Þetta var útvarpsleikritið Rift Drama eftir skrifstofu Kjartós. Ég ætla að segja þér að missa þessum hingkort. Ass. Ég hefði orðið brjálaður. Alveg vitlaus. Ég hefði farið niður í saltnámuna mín og farið að grafa. En Dragon nr. 2 er núna kominn fyrir Vafema. Yep. Ég er ekki búinn að fá neitt pending contact request á Skype. Ekki enn? Kannski villisum og fokkar. Kannski voru augun stærri en maginn. Þú sagðir samt ekkert username mitt á Skype. Ég heiti það sem ég heiti í alvöru. Kannski veit hann ekki hvað það heitir í alvöru. Kíktu nú íslensku LOL-deildina. Kannski veit hann bara að þú heitir skrifstofu Kjartós. Já, hver veit. Hver veit. En mér þykir hérna líklegt að langflesti þeir sem eru að horfa akkurat núna hafi komið hérna í gegnum íslenska LOL-samfélagið. Jakobsson ákveður að hætta að taka Wolves til þess að... Var með Oracle í smá stund. Hann vill bara fara heim, láta hann í friði. Jæja, Vafema konni með fyrstu tier-towerana allan. Hérna er hann með boltan á sér og Vessi er nógu nálægt honum til þess að það geti... Þeir langar í þetta. Blue-stíla ekki alveg. Hver er að taka það? Áttu Bjö að taka það? Já. Kuldan á kúinu sem sagt. Sérðu hvað popp hér? Vessi var þegar með... KBB er að pusha bara í topplíninu. Það er enginn að stoppa hann. Dragon Twisted lendir í Jakobssoni en næra eitthvað í burtu. Lækurinn að bakka. Og Mufasa er að spotta Birkitri og Bjö með Spellthieves, Frost Queen's Claim. Bjöfusins. Rólegur frík. Æ. Hvað, Master 120 bestur er alveg að ná mörgum skillshots hérna. Nei, og nær Gromp. Alvöru. En núna hérna koma þér frekar reiðir niður botlinni. Hann vildi fá hana Gromp. Þessi Gromp var hans. Hann var búinn að tanka allt damage frá honum. Búinn að fara í gegnum mikið vesen en Ezreal segir bara nei. Þið megi ekki taka hérna Tower. Allavega ekki strax. Ég ætla að fá bakka fyrst. Koma síðan til eitthvað. Lækurinn kominn upp í Múramanna. Já, það er svolítið stórt. Hann er líka komið með Trinity Force, þannig að við erum að tala um 3 Trinity Force í liðinu. Tons of damage. Ætli... 3 sinnum tons of damage. Ætli Jakobsson fari í Triforce líka? Birkitri að tanka ótrúlega mikið. En sérðu þessi rotations? Já, þetta virkilega alvöru. gott af þeim. Það mætti halda þér að hafi fundið upp hjólið. Þeir hafa lært eitthvað gott hjá Monty Kristoff. Þvílíkir damage spike sem er að koma núna í gegn. Það er náttúrulega moralega... 20 bestu kom með Triforce. Það eru 2 Triforce komnir. Eða 3 Triforce komnir, 2 Triforce á Karjana. 80 Karjana það er að segja. Relja er alveg Karri líka, hún er bara ekki 80 Karri. Við erum með 404 Jarvan sem er samt að gera helling skada og ég veit aldrei hvernig. Hann var að reyna bara að stíla þannig. Nú með 006 Alistar, mér gengur aldrei svona vel sem er greinilega á leiðinni í að ég held Warmox Armor sem væri ekki svo heimst. Já. Hvað með þannig nýja support itemin?
Þannig að Portal? movement speed plus slow draslið. Ardent sensor. Nei. Nei. Það sem byggist úr Crystalline Bracer. Ég man ekki hvað það Nei, ekki, ég man það ekki heldur. Ég skal tjekka það. Ef það var Ardent sensor og þú sagði nei, þá... Serðu hvað keipum við hleypum hratt? Righteous Glory. Righteous Glory, ok. Annað sem er Surreal og Randuins í einu. Cozy item. Hvenær sjáu þetta kombo hjá þessa á birkitré? Býð svo spenntur. Master 120 bestur tekur hérna Raptors frá RLU á bossi má þetta. Komnir næstu í 10k undan Bafema. Búin að tæma Dragon þannig að þeir vita hann sé að fara að koma upp eftir 15 sekundur. Með gjörsamlega full kontról yfir þessum Dragon Piti. Það er spurningum hvað þeir ætla að gera. Senda þeir KBB niður eða láta þeir hann halda sér topp? Já, hann er á leiðinni niður. Mufasa lendir hérna í. Sástu þetta krydd? Ég veit ekki alveg hvort að öltið hafi verið þess virði. Eða þú veist hvort það þurfti meira. Ég veit ekki sko. Þannig að hann hefði getað, þú veist, akkurat núna þarf hann eiginlega meira á Guð minn almáttur. Hvar er það? Hvar er sjokkið? Nei! Þú mátti bara ekki vera með. Veggurinn hérna í vandræðum, Bjö með passivið sitt að eldan rosalega hratt með Redbuff líka. Sæt. Og Dragon Beast er securar þetta. Þetta var 4 fyrir engan. Staðan 13-1, þeir eru 11k á undan. Mér sýnist þessi leikur ekki eiga gífurlega mikið eftir. Það er, sko, comebacks geta verið real, en það er stundum svolítið erfitt að fá combat úr svona stöðu. Nei, fá comeback. Já. En 28. mínúta. KBB, nær það. Hún að ná Master 120 í farmi með Triforce og Hydra. Hann er náttúrulega ekki, hann er búinn að taka þátt í einum fight og það var alveg í byrjunni. Og hann er, sko, málið er, hann getur farið full damage og það skiptir ekki máli af því að, horfum aðeins að þetta. Upon receiving damage, tek líka á þetta, from or dealing damage with a basic attack, Poppy's armor and damage are increased by 3.5 for 5 seconds. This effect can stack 10 times. Hún fær auka 35. Armor og attack damage. Við skulum skoða. Randuin's Omen, sem er keiftur fyrir, þú veist, 3800, gefur þér 70 armor. Þetta er næst, það vantar 5. Þetta er... Surrender. Ok. En allavega, þetta er helmingurinn af Randuin's Omen fyrir frítt. Allavega, Vafema tekur leikinn. 14-1. Frekar örugglega. 14-1. Og ég var að sjá hvort að strákarnir hafa farið í leikinn án okkar. Nei, held ekki. Já, við sjá. Það er MK á móti FVA. Ok, við vorum að henda inn væta á okkur. Rásu spóra það ekki? Jú. Þá ætla ég að uppfæra Binary Beast okkar. Hendi í það. Skiptum bara hérna yfir á introið. Hækkum aðeins í tónlistinni. Og lefum ykkur að detta inn í nýja stílinn.
Jæja, þá erum við komin aftur með liðin FFA, sem sagt Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi. Ég náðu þessu loksins! Loksins! Ég er svo stoltur af þér. Takk! Á móti MK. Menntaskólanum við Kambrahlíð. Kambrahlíð. Ég veit það ekki. Þetta... Ég elska hvað þú tókst þessu alvarlega. En já, þessi tölið eru í ágætum málum í deildinni. Kannski ekki bestu, en samt í ágætum málum. Já, Janna, Lissandra, Irelia og Kalista Væ og... Er einhver texti, Jilli og Kví, eða Kvutt. Nei, engin texti. Já. Það er bara, sko, eftir að FSN gerði þetta, Gerði hvað? þá, hérna, er þetta öfugt? Nei, þetta er ekkert öfugt. Hvað er öfugt? Hvað? Ekki, hvað er þetta að tala um? Hvað er öfugt? Þú ert öfugur. Hvað var ég að segja? Andskotin. Ekki. Skammast þín. Hérna, Hvað er í gangi á þér? ég veit það ekki. Allt gott að frétta. En já, Ó, Janna, þetta- Lissandra, Irelia, Kalista Væ og Thresh. Bönnið. Þetta er vitlustöður. MK er blue. Það stendur nefnilega í botninum FFA vs MK. Það var vitlust. Nei, dammit. Ég held að ég hefði náð þessu rétt. En nei, ekki FNVF, FFA. Já. Sko, FNVF og FFA er svo líkt að það er svo óþægilegt. Þú er svo klikkaður, sko. En FFA er núna að taka 2 leiki í röð. Það er 1 núna og 1 klukkan 10. Já, Stefnandi í ME. kringum 10. Já, rúmlega tæplega. Já, það byrj kannski. Það verður alltaf eftir hvað þessi verður fljótur. Já. Og það er aldrei að vita nema þessi verði 1,5 klukkutími að endalausu fjöri. Heldur betur. Tiger Rules. Hvað er ég? Hvað er ég að gera? Allana, gleymi ég að setja upp, nei, ég myndi eftir, yes. Við erum að tala um Janna, Lissandra, Irelia. Fín bönn, ágætt bönn, standard bönn. Yasuo. Það er virkilega langt síðan ég hef séð það. Með Riven. Ha? Vá hvað þetta verður ekki tank í liðið þeim. En þeir verða með skaða. Já, Young Voldemort á Vayne líka. En á móti þeim er Morgana, Leona, önnur Morgana mitt mögulega og Corki. Það er rosalegt. Og Trundle. Hvað er í gangi í þessu Champions-elegt? Þessi, Ég er eiginlega bara pínu lost. hvað? Er það ekki bara einhverjir 15 champions sem á velja úr? Þetta eru, já nákvæmlega, þetta er einhver LCS strat sem við vitum ekki af. Þetta er eitthvað Heimerdinger! Ok, herðu, við ætlum að stoppa strímið. Við ætlum að stoppa strímið núna, Þetta er svo mikill placeholder, ég trúi þessu bara ekki. Ok, Annie er, það er hægt að treysta á Annie. Það er alltaf mikilvægast. Ég veit ekki sko. En já, Annie hefur verið aðeins að sjá dagspyrtuna í supportstöðinni aftur. En Dongerinn
Ég veit ekki alveg með dongarinn, sko. Hvað segirðu kallið minn? Ég þurfti að... Ég veit ekki með hennan dongar. Veistu ekki með hennan dongar? Okkur ekki? Ég held að, sko... Hefurðu séð öll, törretta myndið hans? Holy balls, holy Cloud9 balls. Ég er bara orðlaus. Þetta verður ógeðslega gaman. Ef þið taka sér þennan tjókað líka, oh my god. It's gonna be amazing. Amazing. Þvílíkur dagur sem við erum búin að hafa núna. Á svona glænýju, ísköldu Coke Light. Og ekki dæma mig, Coke Light er, af því ég drakk svo mikið af þessu, Coke Light er sykurlaust, ég vil ekki fitna. Meira, þarf að segja. Maður þarf að, sko, ef maður ætlar að vera kaster, þá þarf maður að halda sér í góðu, maður þarf að lúpa hálsinn vel og kókið svona, kók með sykri festið svo mikið innan á hálsinum. Já. Heldur betur. Í alvöru, það þarf bráðum að fara að borga mér frá öllum þessum fyrirtækjum sem ég hef búin að vera að sjá, bara, senda reikning. oh, sorry, that's my HTC phone. Þetta var mesta product placement í heimi, sko. Þetta var æðislegt. En samt, dongarinn, TP Smite. Oh my god! Hann er með teleport og smite. Oh, já. Mér hlakar svo til. Núna er þetta 2 leikir í röð. Mér hlakar svo til. Þetta er svörtu strikinn. Já, ég er búinn að því. Ok. En þessi 2 leikir núna, Poppy fyrst, og síðan TP Smite dongar, og Chokað, Trundle, Yasuo, ég veit ekki, sko. Ég hef samt ekki séð Riven í competitive play í, sko, ótrúlega langa tíma. Spurning hvort þú sjáum Ward, Hitbox, draslið. Já, herruðu, hvað er það? Það er rugl. Það er það sem það er. Já, meinar. Nei, ég hef bara aldrei séð myndband af því. Hefur ekki séð það? Nei, er það svo að hann er í 3. kastinu. Já, þannig að þú ert í 3. kastinu í loftinu, ert að fara áfram og wardar bak við þig og þá snýrðu við, þannig að hitboxin fer í þá átt og þú getur stoppað Lee Sin sem er að nota resonating strike á þig. Þannig að þú tekur ekki damage frá því og hann Boxbox tók eitthvað play í sólugjöfum daginn og bjargaði sér þannig. What the fuck? Það er alveg þú veist, insane. Versló er betur en Challenger, segir Vanilís. En segðu mér fyrst að við erum að bíða hérna. Hvað eru uppáhalds kartöfluflugurnar þínar? Og Pringles telst sem kartöfluflugur? Teljast maísflugur sem kartöfluflugur. Já, ok. Hvað eru uppáhalds flugurnar þínar? Flugur eða flugur? Flögur, skammast því. Snakkiði, uppáhalds snakkiði. Snakk eða nafst? Ég myrði þig. Svartóritos. Svartóritos, ok. Hefurðu prófað hérna kettle chips? Já. Það kemur fyrir að maður leiður sér. Nei, þetta má ekki. Það var ekki á strími. Sea salt og crushed pepper. Freka gott. Þetta má ekki. Má Hvað? ekki tísa mann svona. Áhverju ekki? Mér langar í eitthvað. Mér langar í eitthvað að drekka en ég rættur að hella aftur við lyklaborðið. Hafðu það í flösku? Ég nenni ekki að það var 2 litra flösku fyrir framan andlitið á mér. Heltu úr stóru flöskunni í litlu flöskuna?
Akkur er þetta alltaf að reyna að gera allt einfalt? Ég veit það ekki. Það er að veit alveg minna. Þetta er svona fólk. Hvor var Blue Side? MK. Já, þá gerði þetta rétt. Og full skinnað. Já. Við erum með Battle Burning Riven, Heartseeker Vane, Project Yasuo og Snowmerdinger, my favorite. Annie in Wonderland, Gentleman Cho'Gath, mjög gott líka. Constable Trundle, eitt af skemmtilegustu nýjaskinunum. Redborn Corki, Way Old, Iron Solar Leona og Tiger Rules ætti að skamma sín. Og Vantar 1 skinn. Já. Það vantar. Og hann hefði hann spilað rangt og náði upp í gold, hefði hann fengið skinn á Morgana. Nei, ég skil það að sumir nenni ekki að komast upp í gold. Og aðrir geta það ekki. Þannig að Hugo, við vortikaði þetta bara og náðu þér upp í Challenger á því að taka AP Lee Song. Já. Eggson spyr, varstu ekki að tala að kasterar þurfa að vera fitt í hástafa lás? Það er nefnilega málið með þessar kartöfluflugur er að þær eru náttúrulegar og hollar. Náttúrulegar kartöfluflugur? Já, þetta eru sem sagt kartöflur sem eru skornar niður. Og síðan þetta eru handbakaðar ingredients, potatoes, sunflower oil og síðan bara sjávarsalt, svartur pipar og krydd. Já. Þannig að það er alls ekki mikið aukefnin í þessu. Fáið annan pás, en gaman. Svílíkt fjör. Ég tala aðeins nær mæknum og aðeins læra. Ok, taka hann upp. Svona mun ég að rekorda einn daginn. Það sem við ætlum að gera í dag er að fylgjast með þessum League of Legends leik. Ekki svona útvarpsþættir 3 á nóttu. Það er bara svona. Nei, við þurfum að búa til ASMR myndband. Já, Up you go. Sérðu hvaða dongerinn er aggressiv, maður? Annað pós. Þetta held ég að vera skemmtilegasti leikurinn kvöld. Það eru kannski fleiri sem eru, þú veist, merkilegri, kannski, með, þú veist, meira spennandi eða eitthvað þannig. En, ég held að þessi verið skemmtilegastur. Ég freka við svona. Og ég er alveg til í einn mjög skemmtilegan leik. Já, ég meina, liðið hjá MK lítur mjög spennandi út með Annie, Donger, Yasuo, Vayne og Riven. Og síðan hjá Appa, Cho'Gath, Trundle, Morgana, Leona, Corki. Ó nei, ég þarf að kaupa mér ný heyrnartól. Sullaður yfir þau? Nei, hljóðið var að detta út úr hægri. Hvað þetta var óþægilegt. Auka heyrnartólið einhvers. Hljóðu heyrnartólið bara eitthvað fór úr hægri. Og þetta var með óþægilegt. Það var svona eins og ég hafi fengið geðið mikla hellu á hægri eyranu. Skrítið. En gaman. Nei. Að fjör. Hanna. Það kom aftur inn. Já, Cho'Gath er að átfarma alla. Já. Nei, hann er bókstaflega infinite % á undan öllum. En gaman. Svona getur margt skemmtilegt gerst í League of Legends. Döðu mínar og herrar. Vanilui spyr, eru þetta Beats heyrnartól? Þetta eru ekki Beats eftir Dre. Þetta eru
Sennheiser Geformi eða Game. For me. Já, ég veit ekki hvort það er. G for me. Það er sem sagt ástæðan af hverju ég keypti þessa Audio-Technica AT2020 elsku Æ, byrja það. er af því að mækin, nei þetta er mjög stutt, er ástæðan af því að mækin á heyrnartólunum var bara eitthvað. Þessi mæk var nákvæmlega svoleiðis rétt núna. Það er, Þegar þú varst að gera hljóðin sem sagt. já, ég var að gera hljóðin með munnunum og það er ástæðan af hverju hann hljómaði ákveðum við almatur. Ég ætla að ná mér eitthvað að drekka. Já, Ég stað að pása. hver notar Beats? Beats eru overpriced rugl. Þú veist, ok, sure, borgaðu 20 skall fyrir allt of bassabústað. Alltaf bara persónulega finnst mér að vera rusl. En ég veit að það eru margir að núti sem að eru bara eitthvað, oh my god, nýju Beats eftir Dre. Það fólk má eiga sína skoðun. En það er unpausað. Vonandi endist þetta eitthvað. Sós og salat. Wardar. Þannig að hann labbar. Heimdallur fer til hérna Suicidal Wasdog. Nei, svo unpausaði bara. Hvað sagðirðu? Ég segi bara allt fínt en þú. Ég sé allt ágætt. Ég náði mér aðeins meira kók til að helliði lyklaborðið mitt. Þú er góður. Já. Við erum Satus og Poro. Sittandi saman hjá Red Buffinu. Sagði það? Nei, Harry labba bara framhjá. Já, það er rétt í fokafór. Úr, í, af, æ. En þeir eru leiðin í counter-junglið. Er þetta að fara að vera trapp hér eða? Hvar? Level 1 Já, Signanigans? þannig að botlíninu. Já. Any Wonderland. Og hljóðið í Red Baron Corki er svo yndislegt. En hvað er hann að gera? Ég veit það ekki. Þetta er... Þessi leikur verður frábær. Hætjá! Af því að það er allir með eins og Protest Yasuo er með öðruvísi hljóð. Suicidal Watchdog er bara eitthvað geðveikt manly man. Og Seifur hljómar eins og robot. Já, Flassic. Særðu! En Tiger Horse með health potion heldur. Ballsy play í miðjunni og pása. Þetta úr dauður. Ha? Svo Poros hótar að drepa Vú. Heimdallur spyr þetta farin myndavél. Woo issue at the moment. Já. Já, það meikar kannski sens af því að hann stóð bara þarna. Já. Já. En gaman. Já, veistu Já. það. Næsta leikum alveg. Vonandi verið þessi búinn. Í tíma fyrir næsta. En FFA er hvað sem er að spila, þannig að breytir á litlu. Nei! Flósi komin aftur. Þannig að Harry og Voldemort núna level 2 á undan. Og sjáum Harassi hjá Seifi er að kominum í mikið farmlít hérna bara strax á 3. mínútu. Já. 15:5. Hann alltaf tók 2 táiskot. Sjáðu Og að Flassik hvað sós og salat er. Venus að tók náttúrulega Red Buffin hans. En hann fer bara að tekur úlfana. Og Harry mættur. Ætli þeir reyna að fara eitthvað skemmtilegt.
Hann er náttúrulega ekki með stönn. Æ. En nær einhverju smá skada. Er hann fastur? Heimdallur þarna. Já, hann bara... First blood. Nei, líka í botninu. Sérðu? Voldemort. Young Voldemort. Bakkar Vúvú. Er hann í vandræðum? Enzo Búró. Það er svo langt í stönni hjá honum. Fyrir aftur inn á Voldemort, Ignite kemur út. Hann hýlar en Harry er mættur með stönnið flassinn og svo Búró. Ignite tekur hann. Þetta er ekki live. Hvað ertu að gera? Ég var að reyna að horfa á hluti. Hérna er hann ennþá lifandi, ok. Við getum horfað þetta. Vel spilað hjá Harra. En strax á eftir aksjón á botlininu. Og aftur upp á topplane. Það er alltaf að gera, þú ert að missa svo miklu með því að spála tilbaka. Einmitt ástæðan fyrir því að maður á ekki að gera það. Stundum virkar það. Að mínu mati. Breyta röðunni niðri á champ. Segir 1 af 2, 3 ár. Ég er búinn að því. Mjög skemmtilegt toplane. Heimdallur fyrir inn á Varstokk átók mana en hann nokkar honum upp. Hann nær nokkuð um... Ói! Nei! Spikes! Og teleporti kemur topp hérna. Soso Salat kemur á flegiferð. Ætla hann... Nei! Hann hittir ekki! Smæti kemur út. Hann hittir ekki neinu. Æjæjæj. Næ. En á meðan er Venus að... Og leiðin er bóð, en... Vorðið spottar hann og hann á hver að klíra það á baka. Það var engin vörð. Ó. Þeir pinguðu bara á... Já, þeir eru að pinga á vorðin. Kemur í bak. Og aftur á topplininu. Heimdallur tekur út Suicidal Varstokk. Það er alltaf að gera þetta á topp. Sjóbúrur kemst inn á Harra. Lokkar honum upp. Harry í vandræðum. Stönnið er of seint á ferðinni. Tækurúls í smáveginn á millinu með out of mana og... Já, en... Er það ekki að farma vel á Segir hann place the wind þegar hann kastar windwall. Venusat kemur hérna að seifi. Seifur er ennþá með öltið sitt. Nær hann 2 manna ultimati. Nei! Ölt! Bændið kemur í veg frá að geta Já, ég held hann hafi verið bara eitthvað að spamma R-takan. Ölt! Nei! Þetta gerir stjómanni. Já, það er svolítið byrjandi. En það var mér eiginlega bara svolítið bad. Já, er það? Já, af því að hann alltaf... Ég Seifur kannski bara lélegur. Það gæti verið. Bam, bam, brrrr. Já, það eru þín orð, ekki mín. Nei, Rassi hjá Varstokk. Já, en Heimdallur er að fara inn á hann. Er Heimdallur með öltið? Heimdallur er með öltið, en hann nommar hann og nær að inputta auto-attack animationi áður en hann flassar, þannig að auto-attacki fylgjur honum. Suicidal Watchdog með Blasting Wand. Ég held samt að Yasuo sé að segja Dovahkiin. Face the wind, já. Face the wind, já, það... En það er náttúrulega, place the wind make alveg sense, af því hann er að búa til, þú veist. Já, ég veit ekki. Mér finnst alveg ótrúlegt að Soso Salat sé lifandi í junglinu. Já, hann er með törrið sem að tanka fyrir sig. Hvað er þetta? Já, hann er samt alveg að... Oh my god, ég var að færa glasið mitt. Sko, láttu það bara í frið. Nei, ég er að henda músin yfir á lyklaborðið til þess að allt tappa. Já. En glasið er svona frekar hátt og í miðri leiðinni. Ertu að færa músina yfir? Nei, ég er bara höndina yfir á lyklaborðið til að gera allt tap. Og glasið... Gerur það með hægri hendi? Vinstri hendi.
Vinstri hönd, ég halla mér aftur í sætinu og sit bara á bíð. En heimdallur. Vá maður, hann étur hann. Veitu, ég skil ekki, ertu þá með músina þín á vinstri hendi? Ég er ekki með hendurna á neinu. Og þá notar við vinstri hendi bæði á músina og á lyklaborðið? Hvernig er ég að nota vinstri höndina á músina? Ég veit það ekki, ég skil ekki hvernig feldur næstu í glasið þegar þú varst að breyta... Glasið mitt er beint fyrir fram mig, undir mæknum mínum og fyrir fram með lyklaborðið. Ok, ég skil. Ok, Seifur kom með 78. Ég held við ættum ekki að fara í gegnum það aftur. Gleymum þessu bara. Gleymum þessu bara. Nei, ég skildi hvað þú varst að meina. Ok. Sérðu hvað Soso Salat er að gera? Og... Bled. Hello, I am Heimerdinger. Dongurinn að koma sterkur út. Vatnsdog. Segir hann. Og nokkar hann með mig. Hann segir hann bara annað á milli þegar við erum að spekta hann sagði up you go á hann hjá mér. Já, hann er með fleiri en eitt voice fyrir þetta sko. Já, en ég meina að random generators hjá okkur bara það er skemmtilegt. En samt Vorpal Spikes er ekki 100 magic damage á hann. Já. Tipper sagði hann á vegginn. Ha? Ég veit ekki, ég mista. Hérna kemur teleportið. Þeir náður að króa af. Vúvú. Vúvú er í vandræðum. Hann er allt í lagi. Hann er ekki að fara að komast út úr þessu. Nei, hann að koma út og takkið og eldan. En á meðan er Suicide Watchdog bara að þrýsta Heimdalli svo mikið upp á táernum. Drykja á hann. Ég skil ekki. Sapporo er hérna í smá vandræðum þar sem að herra Project Yasuo kemur í bakaliðinni og er að fara að redda sér einu góðu stykki kill. Unstoppable. Nei, hann er ekkert unstoppable, þetta var fyrsta killin hans. 5-5. Fyrsti táarinn, 8 táar. Nice. Það vel 1.5k undan. Nice. Veggurinn segir í chatinu, ég fann ekki fyrir neinum tippers. En Venusat stönnaður í vegginn af Voldemort. Æjæjæjæjæjæjæjæj. Hann pleysaði windin ekki alveg á réttum stað. En hann lifir af Voldemort átrættakar táurinn en ekki Vúvú. Hann nægir honum samt. Shit. Hvaða gífulegu play er þetta maður? Er ég á undan þér? Nei. Ég bara var orðlaus. Ég var að save. En nær hann að... Stönna hann! Creeps. Æi. Og hann tóntar hann. Nær honum. Hann er með Ignite á ljónum. The sweet smell of science. Bla! Þetta var ekki alveg mynd, jafn mikið bla og ég held að þetta er. Ég held að það myndi bara huga. Það sem að ég gerir stundum er að ég býð og síðan droppa ég bara tippers. Til að secura? Já. Ja, flöpp. Eins og í bókinni þinni. Já, þetta var bara önnur leið til þess að segja flöpp. Ég skil. 1001 leið til þess að segja flöpp. Einu hendur líka flöpp. Þá ertu með meiri NASA hérna framborning á F-inu. Þá svona þrýstur þig fram meira. Já. Kappa. Já. Suicide Watchdog hérna alveg að eyðileggja Heimdall. Heimdallur er 1-3, Suicide Watchdog 3-1. Enginn búinn að kíkja heimsókn í toppleinin til að reyna að hjálpa aumingja Heimdalli. Venusat hins vegar kemur hérna frá hliðinni, hleypur í áttina að seifi. Komin í heimsókn. Ekki nógu fljótur samt, en Leona.
komið með Halló. flott keila hjá Venusar. Hérna kemur Vú, samt. En hvar er Young Voldemort? Hérna kemur hann til þess að bjarga öllu. Nei, ekki í stönninu. Young Voldemort eins og nær að dodsa. Og svo Boro, fórna sér fyrir liðið. Blokkar það alveg gjörsamlega. Hvar var hins vegar stönn? Já, hann var... Hvað uppgreitaði hann? Og hann uppgreitaði örugglega áðan. Já, hann uppgreitaði hann. Nei. Það var eitthvað annað. Ég hef mist það. Já, ég tók ekki eftir því, sko. En Young Voldemort 6-1. 14. mínútur. 6-1 er samt ekki gífurlega langt á undan Vúvú í gulli. Nei. Og eindalli fyrir hann á Watchdogs yfir mættur í gangi. Svo sem þú varst á gæti verið í vandræðum. Ó nei. Ó nei. Ó nei. Krittar alveg upp á 157 á hann. Æ. Sko, Yasuo er broken champ. Af því að þú veist, hann þarf 2 item og þá er hann komin upp í yfir 90% crit rate. En hvað var það samt sem að lét hann bara ekki sjá? Þetta er FFA sem MK er að spila á móti. Þú ert með vitlaust á streaminu. Skrifa ég FNV? Já. Nei! Dæfi hjá save á Venusar. Gjörsamlega rúst, en hér kemur Suicidal Watchdog bara ekki í. Og engageið inn á Soboro og Harra. Harry droppar en Voldemort nær hann að kæta þetta í byrtu. Það slæfur bara. Vú með flassið. Svo Salat mættur. Það var törrett en þeir haldi ekki áfram. The sweet smell of science. En já, eins og ég var að segja, hvað var það sem var að velta því að Yasuo hætti bara að sjá? Var hann nerfað eða eitthvað? Ég veit. Já, Infinity var náttúrulega nerfað. Já, alveg rétt. Þannig að indirect nerf. Já. Gjörsamlega eyðilagan. Heimdallur lendir í exhaustinu. Gott djúk hérna. Fínt outplay hérna. Watchdog. Roger rétt nær hann ekki. Heimdallur er samt að leika sér eldinum hérna með því að vera svona nálægt honum. En, skaðinn hjá honum. Og svo Salat kemur að stela drekanum. Lappar inn og smætar. Það er ekki mikið meira. Já, Hæjam Harry gæti verið í svolítið miklu vandræðum hérna. Heimdallur úttar en hvað ætlaði hann byrja hann á hann og býst hann. Oh boy. Nær að nokka upp Young Voldemort hérna og Seifur er að taka smá damage en Suicidal Watchdog er 1. Auto-attackið fylgir honum. Silver boss. Bla. Ná hérna bottom lane tower. Seifur fer í followið. Venusat stendur vel fyrir framan er... Silver boss hjá Young Voldemort eftir flassið. Auto-attackin eru svo sterk af því að, sko, sérstaklega reyns auto-attack af því að þú leiður búin að setja inputið að stað þá ertu ekki að fara að stoppa, jafnvel þá hann flassir út. Já, einmitt. Nema á hlutum eins og Jinx Rocket. Það er alveg, gerist að þá bara cancela auto-attackið. Eða damageið. Sem er kjaftaði. Blue buff á save. Veit ekki alveg, en ok. Þeir ætlaði að gera þetta mjög safe. Út ágætur. Herðu, hérna varstu búinn að sjá. Tókstu eftir því þegar að ég man ekki nákvæmlega hvaða prísjóð það var. En hérna sem sagt Shocks er bara eitthvað
að vera badass. Engagerinn. Vá! Það er flott damage og svo Puro Tiger Roll. Og Rockets lenda ekki á neinum. Vá, hvað eru samt cool. Þetta voru flotta Rockets, hann má ég það. Suicide og Mustang gæti verið í smá vandræðum hérna. Stunni kemur út, hann er fastur alveg. Þeir eru bara að taka hver á eftir öðrum maður. Reynir sitt besta með fosforusbánum að halda þeim eitthvað frá en hann alltaf, Dongerinn getur bara placað towers til þess að hjálpa þeim að taka niður towerana einn af þraunum. Nei, núna rotateið í topp. Já, sko. Já. Nei, ok, eða ekki. Eða ekki. Þeir heyrið ekki í þér. Þú veist að hrópa herra. Er ég til í að sína góldið þeirra? Þetta er góldið þeirra. Shogat 6500, Trundle 5600, Morgana 5500, Corki 5900, 5800. Hérna... Já, Gull lítið er aðalega í Save og Young Voldemort. Já. Synkið er svolítið mikið. Maðurinn er, þú veist, 3000 gullum, eða 2500 gullum á undan Corki. Og með 913. Nei! Wow! Þú getur ítt á C og sé bara eitthvað, hei, hann er með, þú veist, 10 HP gen per 5. Vissirðu það ekki? Nei. Kallið minn. Þú fiktar ekki nóg. Og A gerir þennan gífurlega flotta skjá sem ég gleym alltaf að nota. En það er fætt að byrja, þannig að... Það er ekki út í innu. Veggurinn kemur upp en... Veggurinn var ekki alveg nógu vel situated en Young Voldemort dodgar út úr ljónaeltinu. En hérna kemur baka hliðin. Tiger Rolls sprengdur af einum góðum donger. Nær hann save? Já. En er hann að fara að sleppa? Það er spurningin. Hayam Harry er með... Já. Harry, tekur hann. Hann þurfti náttúrulega að stoppa til þess að snúa sig við. Tekur hann með Incinerate. Incinerate mate. Náðu þeir Baron. Þannig kemur Heimdallur baka þig. Seifur BM í chatinu. Þetta er free win. Surrenderiði bara. Ei. Það er að reporta menn þegar þeir gera svona. Ég reportu þá til skrifstofu Hjaltós. Já. Sem er skrifstofu Hjaltós at 3dprentarafax.com. Nei, at 3dprentari.fax. Já, alveg rétt, ég er glæst. Sjáu þessa Seeds Minions maður. Er þetta 5 manna gangið Bra, á bra. Social Salad? Hann mun geta 1v5 á auðveldlega. Já, ef hann uppgreitar tower hjá sér. Já, semst, Þessi tower gerir svo allt of mikinn skaða en hérna kemur Sapporo á hliðinni. Spurning hvort að Harry og Social Salad vita af hann. Læna sér upp inn en þeir unni vort. En Harry og Social Salad er ekkert að bakka út úr þessu. Þeir eru ekki hræddir við þá. Hann er með stun og stun tippers og hann er með fullt af turnum. Ég held að það er ekki til þess að vera hættu við það meðan Seifur og Heimdallur eru að frontora þetta algjörlega leið og hann fer af stað. En hann er lokkaður undir tower. Social Salad og Harry, núna verða þeir að pússa upp botið. Sjáu þið hvernig þeir splittað. Skiptir ekki málið þótt að deyna þeir. Átt að halda áfram á bottin út af því að Seifur og Heimdallur beituð á inn á mitt. Nom 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 nom. Sjáðu þetta word coverage hjá MK. Nui, tippers og vú. Gjörsamlega lætur hann hörfa. Svolítið gott word coverage.
á móti ekkert svo góður Volkrovits. Ægilega, nákvæmlega. Dragon númer 3 mættir í hús momentbítið, mikilvægasti parturinn. En núna þeir eru 3 á móti 4. Gott! En FFA er ekki að leggja í þetta. Nei. Mér þykir það örlítið einkennilegt. En nú er Suicidal Watchdog í bobba. Nei, flassar yfir. Farinn. Það er að eyða tíma hjá þeim, en hann er ekki að fara Hættið að elta mig. Hættið að elta mig, strákar. 144 kritti. Strákar, hættið að elta mig. Heimdallir ekki alveg að sekjúra. Nei, nú stendur bara kyrr líka. Hann bara eitthvað, ég er döður. Hann samtíkt við það. Já. Hann sagði já. Líkamanns var tilbúin. Ok. Þetta var alveg óvart. Núna, toppatáðurinn. Æja. Já. Þetta er búið að vera, sko. Það er ekkert við þannig leik sem er eitthvað professional. The three turret with an option of the fourth. Fallastipið sinni. Oh my lord. En, Sástu umferðarkeiluna? já, Soso Salat. Upp við vegginn. Soso Salat var ekki nóg fljótur til að, ná honum. Suicidal Watchdog núna í vandræðum. En Heimdallur lifir, hann lifir fýstið af. Það er lame. Ég vildi segja hann var að étin. En true damage hjá Young Voldemort er einum of mikið. Já. Það er alltaf, hann er allt of fett, hann er 11-2. Eru einpæling, fyrst við erum að þýða damage yfir á íslensku. Skaða, já. Já. Ef að þýða true damage yfir á sannarskaða. Hann er með rosalega mikinn sannur skaði sem er að koma út hjá þessum herramanni. Hann alltaf... Eins og sannskaða passi við hjá Irelju. Nei, Nei, við gerum þetta ekki alltaf. það er ekki alveg nóg gott. Það er hlutur, en það er ekki nóg gott. Það er margt sem við gerum ekki allt. Ja, margt sem við gerum, en þetta gerum við ekki. Hæjam, Harry. Sapporo í vandræðum. Fer aðeins og Havon, liðans kemur ekki eftir honum. Seifur flassar inn á væn... Já. Og nær hann góður. Hittir ekki nokkuð vinnu. Þetta niður vindinn, Soso Salat hérna, tankar táir eins og enginn sem er umgjörðandaður. Young Voldemort kemur inn frá liðinni, Tigerus nær öllinu yfir á Young Voldemort og Soso Salat. Nær annað drepa... Nei, Soso Salat lifir rétt svo. Hann labbaði hins vegar í turretin hinum minn og var rosalega nálægt í að deyja. Nániður táir og inhibitor er líklegast að fara að falla. En á meðan Vuvu er komin upp þannig að hann getur reynt að henda einhverjum missiles í þá en ákveður í staðinn bara leyfa þeim að bakka í friði og halda áfram að pusha. Heimdallur býður eftir honum. 4-1 treytana. Teleportið kemur frá... Soso Salat er 1. Hann er búinn að vera... Mingja kallinn. Tim? Where is Tim reported? Já. Ég held að ég er búinn að... Það er spurning, hvenar MK missa sig í tröllleikanum og kastar leiknum. Það getur gerst. Spurning hvort það hafi einhver áhrif á... Nei, það hefur ekki áhrif á úrslit. Það var lokaúrslit. Já. Hann er svo leiðilegur þessi Constable Trundle. Hann er alltaf bara eitthvað Stop in the name of the law. $229, 230 farm á Yasuo. Hann er bara eitthvað í topplane að vera 1. Kemur Tippers niður og Young Voldemort fer á Venusat. Krittið í fyrsta hittinu var eitthvað gífið. Lasjan á Voldemort. Young Voldemort gæti verið í smá vandræðum með þetta. Tigerus nær rosalega góðu ölti á 3 en ekkert að því gerist. Táurinn hjá dongernum. Sérðu damageinn maður? Hann hafði ekki sjans í allan hennar skaða frá Soso Salat nær ekki animationinu.
Hann er missunni, kláraðist ekki. En, já, ái. Klári leikinn nú, nei þið farið bara. Doesn't matter got burn. Þeir hlaupa líka, það eru, þeir hafa 20, nei, ok, þeir ætla að halda leiknum gangandi. Frí vinn, maður. En þeir geta unnið bara þarna. En nei, þeir eru BM. BM? Já. Maður veit náttúrulega aldrei hvort að það hafi verið meiningin eða ekki. Jæja, pæling. Kannski vilja það frekar spila safe heldur en missa eiga sens á að tapa leiknum. En þá var Seifur ekki að gera rétt ákvörðun ef þeir ætlaði að spila safe. Það er hann að... Ég skil. Hann hætti bara auto og takkið smá stund af því hann gat ekkert klikka neitt. Þannig að Seifur var ekki að spila safe. Nei. Orða sprellinar, þetta er gaman. Þetta var óvart. Jaha. Ég er ekki að grínast, þetta var óvart. Sjá skaðan hjá Voldemort yfir á Venusar. Tók hann í 3 The basic. time for talk is over. Nó, góðu stönni hérna á 3. Svo salat lappar bara hérna. Bra. Wow! What the fuck? Golden Victory Pose af því að þessi skaði var óbærilegur. Dunkerinn með hashtag Micro Rocket. Vúvú bara hverfur. Æ, nei, nú eru þeir að BM-a. Og það er góður leikur til. MK á móti FVA. Ekki FNVF, FVA. Já. Eða býtu. Hvað? Hvað? Þú segir ekkert æ býttu og síðan suspensaru. Hvað er í gangi, maður? Nei, ekkert. Nei, ok. Ég skráði inn vitlaus úrslit í dag. Ó, nei. En það er alveg til að út það var leikur í dag sem var MK á móti FNVF klukkan 6. Já. En ég skráði það sem MK á móti FFA. Já, Á Banner Beast. En það er alveg til að út að MK vann það báða. Já. Og það er hægt að breyta það líka. Já, ég er búinn að laga þetta. Jú. Hörðu, bara akkurat in time. Og þar með er MK búið að koma sér í 4. sætið með 18 stig, eða 3. sætið jafnt Vaffema. Já. 18 stig. Og þá er það næsti leikur ME á móti FVA. Og þar getur ME farið og jafnað aftur Vaffema. Vaffema og MK. Já. Það getur komið þangað upp. Spennó. Já, acceptaðu. Já, frá Eiko Bleika. Já, við erum konum með lobby. Hello, Mr. Eiko Bleiko. Má ég pissa? Er það... Má það? Nei. Þú verður að pissa í glasið þitt. Ó, nei. Ég ætla bara að henda þessu svona. Ég skal gera það. Takk fyrir. En, skulum fara yfir stöðuna. Eins og þá er MH í 1. sæti með 9 sigra, MA í öðru með 7 sigra, 6 sigra og 2 tapaða með 20 stig. VAFMA með 5 sigra og 3 tap og MK jafnir í 3. með sama skor og VAFMA. Já, eitthvað vesen, einhver töf í sem bara slögt. FNVF vann MK í dag. Ok, ég er algjörlega lost. Ég biðst innilega afsökunar á þessu.
Þetta er Já. Þá eru úrslitin öðruvísi. Þá er MK í fjórða með 15 stig, Vafma í þriðja með 18, MA í öðru með 21 stig og MH í fyrsta með 30. Ef að ME vinnur þennan leik, þá eru þið búin að jafna sér upp í þriðja sæti með Vafma. Ég var algjörlega lostan í smártum. Hjalti, þú mættur? Eða ég bara ímynda mér eitthvað. ME banna tjóka. Sáu kannski Watch Dog á tjóka því seinasta leik á móti Heimdalli þar sem hann rústaði á leininu. En banna Nidalee og Urgot og FFA, Ezreal, Irelia og seinasta bannið kemur þetta smá stund. Veit ekki alveg með þetta Urgot bann, höfum ekki séð af honum en kannski er þetta eitthvað enn eitt strategi sem við höfum ekki hugmynd um. Þau eru leiðinlega mörg. En ef að FNVAF vinnur þennan leik, þá ná þeir að jafna upp í 15 stigin og þá eru 4 lið fjórða sætið. Bleiki First Pick Agnar, champion með 100% pick, ban, rate. LeBlanc bannið. Veit ekkert rosalega mikið með LeBlanc, en það sem ég hef ekki séð mikið af henni eftir að hún var nerfið þarna með silenceið. Svo Puro, taka Thresh og Jarvan, solid pick. Við höfum líka séð hann einmitt 100% pick, eða vann, eða hvað. Hjalti, þú getur örugglega sagt mér betur frá því. Það get ég, hvað sérðu, hvað ég segir? Jarvan, er hann 100% pick fan? Nei. Hann... Ég mynda mér eitthvað. En, sem sagt, í þeim leikjum sem hann hefur verið pikkaður er hann búinn að vera mjög effektiv. Það er alveg hægt að segja það, þú veist, þá... Hann er með sterkari junglerum bara alltaf. Hörðu, við erum að breyta nöfnunum, þetta er ekki MK. Þetta er... ME og FFA. Þetta er ME. ME. Góður. Takk. Þú ert örugglega svo fyrsti. Mér þykja það líklegt. Ó. Ég er búinn að droppa 999 frames. Hvað þýðir það? Hvað ertu eiginlega að gera? Ekki neitt, það er bara 0,22% af öllum frames sem hafa verið sendir út. Það er alltaf mikið, en þú veist... Við erum líka búin að vera að stríma síðan 2 dagar. Já, það er svo... 3. Já, síðan 3 dag. Fyrra, við getum bara skoðað í gegnum Skype conversationum okkar. Það er svo, þá strímum við í 3 tíma og núna erum við komin upp í 2 og 12. Og það er leikur eftir. Nei, þetta er seinasti. Já, þessi, 1. Já. Og síðan á morgun. Það verður fun. Já. Hvað erum við að tala um á morgun, Sölvi? Geturðu sagt okkur það? Það getur vel verið. Á morgun er ME á móti FNVAF, Borgo, MK, MTR Vafma, MA, FSN og Borgo á móti FNVAF. Það eru seinustu leikinir. Hljóma spennandi. Og hérna, er eitthvað búið að frétta af þessu hérna
er eitthvað að frétta þessu hérna lani sem á að halda eitthvað tímann bráðum? Því miður hef ég ekki heyrt frá þeim síðan þeir voru að reyna að finna húsnæði. Já. Þannig að ég get voða lítið sagt það. En það eru aðrir aðilar sem að halda þetta LAN og við fáum bara að vera með. Já. Og þetta á að vera LAN þar sem að hver sem getur komið, gert hvað sem hann vill. Og það verður skipulagt dót í gangi. Mikið rétt. En leikurinn núna Kayle og Rengar. Hei, við erum bara komin í season 3 fyrir utan alltaf Gnar. Já. En þetta er mjög típist. Kayle í topplininu, held ég. Ég er ekki viss. Já, nei, þetta er líklega Kayle mid. Já, náttúrulega út af Gnar. Já, Kayle í midlininu. Dreifin er reyndar, maður sér hann gífulega sjaldan. Kemur fyrir. En síðan Tiger Rules á Ari. Ari einu sinni. Hann hefur pikkað hana mjög mikið og hefur komið vel út. Hún er, myndi ég halda, svona comfort pick. Já, heldur betur. Eða tryhard pick, annarkvort. Já, tryhard pick. Tryhard pick eru alltaf skemmtileg. Það var okkur hins vegar segja Suicidal Watchdog á Jace í þetta skiptið, þar sem að Cho'Gath var bannaður Sapporo og supportunum sínum Monsieur Thresh. Venusat fær eitt sterkasta junglerinn í leiknum, Jarvan, og Vúvo ákveður að fara á svona aðeins eldri champion, eða svona sem var betri fyrir nokkrum mánuðum. Já. Það er hann Lucian. Hann hefur verið einhver staðar aðeins svo mikið í myrkrunum að hann finnst sjá hann alltaf lítið. Langar að sjá meira á hann, mér finnst það mjög skemmtilegur. Já. Veistu það, sko, mér finnst frábært að fólk hérna ferðist og hérna opni hugan fyrir heiminum og svona. En þú ert að posta því á Facebook 5 heimsálfur á 4 mánuðum, sjáumst í júní. Þú Mér langar líka, ekki gera mér þetta. Þú ert bara mjög sulta, það er þannig. Það er alltaf að vera svoleiðis. Já, ég veit það. Ég er aðeins svo mikið sulta. Og ég er engan veginn tilbúinn fyrir þessa sultu. Ég skil ekki. Þetta er erfitt. Are you ready for this jelly? Na. Er það ekki þannig? Nei, jú. Það má alveg. En Kayle á mati Ari. Ætli þetta verði enn eitt millinni sem verður bara farm og við koma 0-0-0 út á 20. mínútu að gera og fara síðan bara að farma. Fara síðan bara að sítja. Það gæti gerst. Eða hvernig við ættum að koma út í 1v1? Það er náttúrulega engin skillshots á hérna Kayle. Þannig að, og hún er bara að fara að slappa þig frá langt í burtu á meðan hún hefur ennþá mana fyrir það. Og það er ekki að kúlta þig. Sem að hjá Kayle spilurum sem að builda tiny bit af cooldown reduction, þá er það alltaf uppi. Og af því að þú veist hvað endast það í 15 sekundur. Kíkum á það. Getur maður að segja það hér? Nei. Af hverju getur maður ekki séð það hér? Þetta er óþolandi, sko. Já, það er mjög kjánalegt, finnst mér. Það endist í 10 sekundur, cooldown að 16. Cooldown að 16, já. Er það 10 sekundur all ranks? Já. Ok, það meikar alveg sens. Og síðan þegar maður komið 40% cooldown reduction þá er cooldown að því 6 sekundur. Já, það er náttúrulega allt og lítið. Það er bókstaflega alltaf uppi. Og líklegast af því að þú ert með 40% cooldown reduction þá ertu með helling af manaríkjum, þannig að þú veist það er alltaf geðugt frítt.
Night Hunter Rengar, Æðarwing Kale og Gladiator Draven á móti Higher Gun Rusian, Commando Jarvan, Deep Terror Nei. Thresh og Demon Chase. Ég reiknaði vitlaust. Ef maður er með 40% cooldown reduction þá er 9,6 sekúndar cooldown á því. Þannig að maður getur verið alltaf. Ég held að hérna, rank 5 væri 10 sekundur. Cooldownið minnkar ekki. Cool. Þannig að bæði cooldownið minnkar ekki og durationið minnkar ekki, eða sem sagt hækkar ekki. Nei. Já, ok. Já, það er með 9,6. Þannig að þú veist, þetta er eins og að vera með 27% cooldown reduction á Fiddle með drain á level 2 eða 3. Þá bara getur þú drainað endalaust. Já. Bjarki hræðir mig. Hann segist alltaf að taka hjarta mitt. Þú getur stólið hjartanu mín eins og vilt. Já. Ég missa einhverju. Röðum þessum champions. Wow! Það raðist upp sjálfkrafa. Amazing. Já, það eru nokkur lið sem gera það. Takk strákar. Engin skemmtileg level 1 plays. Ganski mögulega. Support kemur hérna auga á plasma. Og Bjarki veit núna af Support þarna líka. Ward þarna yfir. Skemmtilegt. Hvað eru þeir að spjalla? Tala tjókað. Já. Stendur frekar framalega. Endalaust bara að hlæja hvorum. Þetta er eitthvað fyndið. Þér halda að þetta sé eitthvað fyndið en þetta er alveg Þetta er grafalvarlegt. Ef að ME vinnur núna þá eru þeir komnir með garantera spott á lanið. Já, ég myndi ekki segja Nei, ég myndi ekki segja garantera það. Það er einn leikir á morgun. Já, reyndar. En ef að FNVAF vinnur þá er þeir fjórða liðið Já. í fjórðasæti með 15 stig. Þetta er búið að vera frekar svona þétt keppni um fjórðasæti. Já, 2 lið sem eru langefst og síðan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lið eiginlega fjórða. Við erum satt byrjar Blue Buff. Sé það svo allt og seldan maður. Sko ef að Haukur Ingvi nær að skeila eitthvað á þessum dreifin, ef hann nær early game killunum sínum sem hann þarf, guð minn almáttur hvað hann á eftir að vera stór. Ákvæmlega. Alltaf gaman að fylgjast með dreifunum og þegar hann orðinn fett og bara hann er með og krittar upp á 7000 og alveg bara. Þú veist leiðilegt samt hvað maður sér Ræs ekkert gífulega mikið. Þeir eru hins vegar á level 2 og Support var að reyna að pikka fight. Þeir dingluðu bara 2 nánast en leið og hann kastar húkinn. En já, með Ræs. Já. Bara hann, það eru bara svo margir champions sem eru orðnir svo góður á mótunum eins og Malphite, Gnar eru glágættur á mótunum líka. Já. Þannig að ég spilaði, Ræs kom mér upp í plattinum sko. Ég mæli með því að ef ykkur langar að læra að spila Ræs, það er maður inn á YouTube sem heitir LMS. Takk fyrir að segja ekki að þín. Já, nei. Sem að er bandaríkjamaður sem er búinn að búa í Kóreu, í Suður Kóreu í einhver ár og var inn á hann var inn á einhverju gaming house SKT minni mig, ég man ekki nákvæmlega hvað það var. Þannig að hann frekar góðu liði og lærði þar á Ræs og er síðan að kenna fólki. Hey, Finnir þið Towerinn? Plasma í vondum málum! Plassar Ignite brennur á honum en það er ekki nóg! Íli hélt honum uppi! Health boys eins og cookies! Oh my lord. Og hvað
Hvað hafa þær að segja þessu? Þú veist vittlust takki, eitthvað, ég veit ekki. Og Suicide Watchdog í vandræðum í toppliðinu. Lassar. Nei, 1 í viðbót hefði verið nóg. Það hefði þriðja stakking komin á. Suicide Watchdog heppinn að lifa þetta af. Eða bara... Já, kannski ekki heppinn, ég myndi ekki orða það þannig. Eða fagmaður. Eða fagmaður. Haukur Yngvi hins vegar að sörsta smá dominance hérna í bottomlaneinu. Náttúrulega að maxa Q á Draven gefið þið svo fáránlega mikið auka attack damage. Einmitt. Það er bara það... Ég held að segja ekkert ef þú maxar Q. Já. Bara að maxa Q gefið þér sjúklega mikið. Allega. Svo setur Watchdog, kastar Reykjavleika aðeins í burtu. Stóðægilegt að hafa hann svona nála sér. Hamrar aðeins á hann. Ekki nýfur á Hauk, en ekki alveg að ná hann myndi Tower. Nei, það var aðeins svo langt frá. Towerinn sé nefnilega nær alveg... Það er mun óþægilegra að horfa á Towerinn sé frá blue side. Veist, mun auðveldara að vita Towerinn sé á blue tower heldur en red tower. First tier. Já. Bjarki hoppar hérna inn á miljón til þess að reyna að komast að Suicide Watchdog en það er ekki nóg. Heldur sér nógu vel í burtu til þess að ekki hleypa á hann. Plasma fer inn á Vúvú. Ignite kemur niður. Damage hérna frá þessu er ívalugur. Suicide Watchdog í vandræðum og lendir í því að vera first blood dive. Auðvingja kallinn. Þar sem hann eitti flassin á hann. Já. Mjög góð taktík hjá Bjarka að fara aftur í topplaneið þar sem hann er flasslaus. Já, þeir vita af því. Já. Hoppar þarna inn með tvo stakka á Ferocious, þannig að hann nær að Q heala. Þeir sig að taka hjá Gnar. Ég veit það. Hann er að skalla turnin, hann er reiður. Svo yndislegt að svona lítill krúttlegur hamstur og skalla bara turna. Já, hann er nú ekkert rosalega lítill og krúttlegur þegar hann er hann uppi. Suicide Watchdog eitthvað aðeins að reyna að ná Nýkominn á leinið var með 50% líf. 60. Já, 60. Er Út á pott. samt. En við sjáum þrjú litla daggers hjá honum Gnar. Longsword. Daggers. Heyrðu, Haukur Yngvi með Sword of the Occult. Ha? Það er nú eitthvað sem maður sér sjaldan í competitive play. Það kaupir sér þetta